Jæja, gott kvöld, góðir áhörundur og við erum hjertalega velkomin til Fuji þar sem við ætlum að endurtaka þriðju umferð í fyrstu deild. Ingi Þór heiti ég og í kvöld hjá mér eins og vanalega hann Binni, verður hjertalega velkomin. Takk hérlega, kæru gestir. Það er gaman að vera hérna í kvöld. Já, algjörlega, þetta verður eitthvað. Við erum að fara að endurtaka leikinn. Já, tæknin brást okkur síðast og núna ætti vonandi allt að vera komið í lag og við hoppum náttúrulega beint í reis. Það verður engin tímataka núna. Hún stóð og mun standa eins og var síðast. Þannig að það verður, já, þetta verður kannski styttra lagi. Við fyrir bara beint í reis og það er bara gaman að því. Já, algjörlega. Við erum í smá frí praktis núna og síðan stilli ég lobby og raði upp á línu og við ræsum hérna á slæginu 21:30. Þannig að þetta verður styttra laginu, samtalið góður klukkutími af hörku racing og já, á bara vona góður í keppni. Þetta var þrælspennandi síðast og nú erum við að fá smá tíma til að æfa sig meira og bæta það sem að fór úrskeiðis, ef eitthvað fór úrskeiðis þarf að segja, í síðustu keppni, þannig að það er kannski áhægt líka að vita það. Núna þetta sáum menn hvernig gerði úrvarsdeildinni og það var hvaða strategía virkar best, hard, medium. Þetta verður gaman að sjá hvernig spilast út úr sem hvort að menn hafa lært eitthvað af því sem gerist í úrvarsdeildinni og ég er bara spennt fyrir reisinu í kvöld. Já, algjörlega. Við fengum ekki alveg að sjá hvernig spilaðast úr strattinu því að 27. hring stoppaði allt og það voru ekkert allir búin að klára sín strött, þannig að við eiginlega fórum bara blindir í úrvalsdeildina með strappælingar. Þannig að þetta er auka info fyrir keppnindunar að geta hort á bæði keyrt rúmlega hálfa keppni og hort á úrvalsdeild. Þannig að menn ætti að vera með þetta á hreinu í kvöld, ef ekki þá þurfa að ræða sig betur. Og líka sama skapi, líka skemmtilegt að sjá úrvalsdeildin, sko, þeir fengu nefnilega ekki sjá hvernig að spila ströttanum í fyrstu. Nei, nefnilega. Og það, ég veit ekki hvort það hafa einhver áhrif. Það var gaman að sjá að ég get sagt þér það, ég meina strategi hélt að þetta virka hjá Jökli, það var ekki að virka. Nei. Þannig að hann tók bara double hard, ef mann rétt, og hann náði ekki að knýja hann sigur. Hann tók one stopper. Hard medium var betri. En ég var samt að láði sko, í keppninni okkar áður og hrundi að það væri betra. Þannig að þetta er mjög athyglisvert að sjá hvernig menn spila úr því. Þegar núna er þetta búið andvert, sko. Nú er fyrstilt að fá að sjá hvernig úrvalsdeildin gerði það. Já, við erum komið með fyrstu spána í chatið. Það er hann Alex Þór og hann spáði rigningu. Það væri þá. Og það er þá ekki úr vegi að komi rigningaspá að fá líka spá þá bara fyrir reisið. Menn sjá þetta spilast út. Já. Það er alltaf gaman að líka menn hafa alltaf trú á sínum mönnum, það er liðsfélagar í ýmsum deildum og það er bara gaman að því og það er kannski ekki úr vegi að fara aðeins yfir þá ef að rúlla yfir liðin og sponsora keppnar. Endilega. Ég ætla að leyfa þér að sjá það. Herri, já, þeir sem að sponsora deildina er Arctic Iceland, Gullfiskur, Lava Show, Kraftday, Kraftvélar, Game TV, Auto Center, Classic Detail, GT Akademían, Kaldi og Verkfærasalan. Þetta eru þau fyrirtæki sem styðja við baki á okkur og gefa ýmsa vinninga fyrir árangur í deildunum og hvað eftir öðru afslætti í fyrirtækjum. Ég er nú ekki alveg með á hreinu en endilega kynnið ykkur þetta og þau lið sem eru í gangi að keppa. Við skulum bara fara snöggvast yfir stöðuna í liðakeppninni. Það er Kaldi Racing Team sem eru efstir eftir 2 umferðir með 79 stig og B-Sick Racing Team eru aðrir í öðru seti með 73 stig. Síðan er Arctic Retro Rewind Racing í því þriðja með 40 stig. Síðan kemur Lava Show Racing Team, þau eru með 27 stig. Kraftday Racing er með 22 stig.
Hraðfuglar Spandex Racing eru með 16 og svo eru Kraftvélar Racing með 10 stig. Þetta er liðakeppnin hjá okkur og topp 3 í ökumannakeppninni eru Jón... Hvað segirðu? Fyrir ekki ígreif fyrir haldabrafum, fyrir ekki? Já, það er hann Jón Þór sem leiðir eftir þær umferðir fyrir BSEC Racing. Hann vann fyrstu umferðina og var annar í umferð nr. 2. Davíð Adams er aðeins einu stígu eftir honum, en hann var í öðru sæti í fyrstu umferðina og vann umferð nr. 2. En hann keppir fyrir Kalda Racing Team og síðan í þriðja sæti er það Oliver Nói fyrir Kalda Racing og fjóruði er Hilmar Már sem er fyrir BSEC Racing. Síðan á eftir heim koma Ari Lyngdal, 5. Steini Svein, 7. Viktor, 7. Jóna er 8. Brynjar Péturs, 9. Hilli D, Hilmar Darri, 10. Þorfinnur Karlsson, Tobbi Topsson, hann er 11. Jón Brynjar er 12. Carlos er 13. og Sindri er í 14. sæti. Þar hafiði allar tölur fyrir... Þetta er bara spennandi. Þetta er alltaf til þess að nýbyrja tímabilið og það er ennþá nóg eftir í pottinum. Nóg eftir í pottinum. Og mér langar samt að senda samt, sko, segja, við rendum yfir hérna styttarana, mér langar samt að segja bara sérstaklega þakka til Svenu. Þeir eru náttúrulega að sýna ykkur á Twitch og þetta er bara þetta mikillar bóta. Við erum alltaf að fá fleiri og fleiri sterk aðla inn í styttar aðlahópinn og ég held að áhorfendahópurinn sé líka alltaf að stækka með hverju árinu. Ég held að áhorfendur hafa sýnt það að þetta er alltaf verða skemmtilegur og skemmtilegri pakki og áhorfendur fyrir áhorfendur líka. Já, algjörlega. En það styttist í fjörið, það eru 5 mínútur í ræsingu og eftir 2 mínútur ætla ég að endurræsa lobbyið til þess að fá random veður svo þeir viti ekki hvað er keyri fyrsta hálftíman á. Þeir eru náttúrulega búin að vera að keyra í hálftíma núna, þannig að ef ég starta keppnina á þess að resetta lobby þá eru þeir að fara að keyra í sama veðri og þeir voru að keyra í. En við viljum hafa þetta fjölbreytilegt og endilega henda inn þeim möguleika að komi rigning því að það er alltaf smá krydd í leikinn. Heldur betur, það komur nú held oft hjá mér rigning á æfingum og það er mikill X-faktor að fá rigningu á braut við keppni menn þurfa að bregðast við og skipta dekk og allt þetta, við þekkjum þetta og það er eitthvað sem held ég flestir hlutlausir er að bíða eftir. Það kemur annað óvart. Þú verður búin að setja sjálfur hérna, ég er með núna komið Lena mér þegar þú ert að sjá útsendinguna. Ég skal fylgjast með í kvöld með chatinu. Ég er að koma fyrir með það, þannig að þið heyrir ykkur skruðning á svoleiðis. Þá erum við bara að labba utan þess að teymi í síman og gleraugun. Það er nú gott að hafa brillunar nálægt sér. Já, þetta er aldurinn. En endilega setja inn spár kvöldsins. Ég hef byrjað að streyma inn, það komið fyrsta spá. Önnur spá var þetta líka. Það er Ólafur Norskveðarbróð þessi við þekktum hann í úrvarsdeildinni. Hann er að segja Davíð, Oliver og Jón Þór eða Himmi. Það er svolítið svona. Hann er búinn að doppeltryggja sig hérna á 3. sæti. Gunni Agga Ágústsson, okkar áskæri formaður, hann segir Davíð, Jón Þór, Hilmar. Það er ekkert eða hjá honum og ég bara hvet sem flesta að setja inn spár. Það er stutt í ræsingu, það er bara 3 mínútur og það er alltaf gaman að setja inn spár áður en keppnin hefst og minnum náttúrulega sjálfsögðu alla á að setja like á útsendingar ef ykkur hugnast svo. Ég veit ekki, Jóhann Ingi setur inn Himmi, þetta er skemmtilegt, komið nýr forystu spá. Hann segir Himmi, Davíð, Oliver, hann Jóhann Ingi. Þetta er gaman þegar menn ekki allir sammála, þannig á það að vera. Við höfum ykkur spenni í þessu, en þetta var mjög spennandi reis. Það var algjörlega óljóst hvað strategía var að virka best þegar allt hrundi síðast. Ég myndi segja að þetta væri bara algjörlega opið hvernig þetta geti farið í kvöld. Já, algjörlega. Auðvitað er þetta opið, þetta er ekkert voðalega djúpt. Við
Þetta er allt opið, kemur ekki byrjuð. Herðu, ég ætla að snöggvast að breyta þessu öllu. Og svo er það skemmtilega menn byrja að kýtast á chatinu, það er bara að við vinna góða, við erum alltaf lifandi. Það er bara awesome. Já. Svo er Alex Þór með spá. Herðu. Já, þetta er ekki... Hann er með Hilmar Davíð Jón Þór. Gunni Agga segir að þetta er Óli, þetta er kolröngsspá hér. Þannig að það er náttúrulega Óla Norskelbroð vinn okkar. Það er Þór Bergsson, hann er náttúrulega saman, hann er úrvarsdeildinni. Herru, það er hérna beður regningu. Hvað var að gera? Kom regning og svo fór hún? Já, ég breytti tímanum og það var skýjað, en ég þurfti að breyta honum aftur í réttan tíma. Þetta var pínulega stríð. Herru, þú gerði þetta líka. Ég var að taka annar reset. Nei. Herru, það streyma í spárta núna hægra og vinstri. Það er af henni góða. Breytarspár, Himmi, Jón Þór, Davíð, Ívar Eyþórs. Hann segir Davíð, Himmi og Jón Þór. Jói Egil segir Himmi, Jón Þór, Davíð. Og svo segir Ívar Eyþórsson líka góða kvöldi, herramenn. Við förum kannski yfir þessar spár. Það er gott að þetta liggur það fyrir. Ég ætla ekki að vera að lesa þetta upp eins og þula í rúf. Við förum kannski bara yfir þetta þegar kannski líður á kvöldi og sjáum til hvernig spilast úr svo endilega setja þetta inn. Ég mun fara yfir þetta þegar nætri úr endanum, ég byrja satt sér svo. Herru, nú ætla ég að raða á línu. Já, þetta er bara lélegt að láta þau vera á röngu tíma og halda rigningunni. Já. Þú átt að bara resetta þá það kemur rigning, segja menn. Þeir eru bara að hætta þessu tuði og keyra. Nei, það er engin ökumaður að tuða. Þetta er allt áhrendur. Ok, þá er það bara að hætta þessu tuði og horfa fastar. Horfið bara. Herru, ekki tröfum, ég er að setja upp á gridi hérna. Ekki ágjörða mér. Hugsaðum bara svo að gera og þetta er bara gaman. Það er greinilega komið til ykkur menn, það er margir á chatinu, það er margir fyrir að spila, það er gott að bara vita því og til ykkur er að magnast stutt í reis. Og Jón Brynjar, hann segir, ég var svo spenntur að fá rigningu. Já, það er bara eins og það er. Þetta er bara eins og það er. Þetta kemur allt í ljós, kæru herramenn. Það er þetta komið. Hilmar Davíð, Viktor, Jón Þór, Ólífer, Hilli, Jón Ægir, Tobbi, Ari, Sindri, Jón Brynjar og Karl. Og náttúrulega er það eins og síðast. Það er fyrsta beygjan. Hún getur verið ansi mögnuð. Þar gerist oft drama og ég sem fylgifiskur hérna sem aðstofar lýsandi mun verið að fylgjast með náttúrulega eins eftir bestingjöldi sem er í gangi. Verður þú líka tilbúin á replay-takkanum, Ingi? Já. Algjörlega, en ég ætla að setja það reysti bara í gang. Já, það er ekki eftir neina bíða held ég. Það er ekki eftir neina bíða. Nefnum að bíðinni sjálfri. Svona stór tímamót er verið að líta öxl. Ég er búin að líta öxl, þannig að nú skulum halda áfram. Herri, jæja, þá komið að þessu. Yes! Taka 2, fyrsta deild, 3. umferð á Fuji. Hilmar byrjar á medium, Davíð Adams byrjar líka á medium, þau eru 2 fremstir. Hver tekur startið? Davíð hefur innri línu. Vissi J í fjórðsætti líka á medium. Þetta verður forðulegt start. Það er alltaf að gerast þetta. Já, gott start hjá Hilmari, Davíð. Bara nokkuð jafnt satt hjá öllum. Herri, komið fram úr. Já, hvað, hann er innanverðu. Nei, þetta var ekki. Davíð Adams heldur örugglega öðru sæti. Hann er að innanverðu í næstu beygju. Algjörlega, Viktor 4. Þetta fór mjög friðsamlega fram. Ég er að fylgjast með hérna aftari pakkanum. Það eru hérna sviftingar, engar sviftingar, það allir bara svona aðeins. Akturinn úti, það er ekkert drama í gangi.
sem Þetta ég, byrjaði vel hjá honum Hilmari, hann er já, mjög klín. komið með 1,2 sekúndur, eða 1 Nú sekúndur kemur það strax. Döllabeyan, hún getur verið dramatík. Nei, þetta fer allt mjög styttilega fram, menn eru mjög kurteisir, Þykir ekki ólíklegt því að við sjáum að menn eru á öðru dekkjastratti hérna, sumir allavega heldur en síðast. Að Húli hafi sett má fordæmi í úrvalsdeildinni yfir hvaða stratt er vænlegt. Já. Hann byrjaði á medium og tók 2 stund. Þú eru allir fyrstu 3 á medium. Og aftar ef kíkir niður línuna, við farið gegnum það, þá er Sindri eini hluta topp 3 sem á medium. Jón Þór að reyna framarækstur á Davíð Adams. Davíð er með hinni línuna og ver gríðarlega pressa frá Jón Þór akkurat núna. Davíð Adams, hann ver heldur áfram, hann er með hinni línunni í næstu beygju. Er ekki að gera honum Jón Þóri þetta auðvelt, enda engin ástæða til þess. Flott barða hérna á braut. Báðir að keyra Hondu NSX eins og, flestir, ekki allir kannski. Eða eru það allir? Ég skal reyna ekki bílavalið. Það er mjög snöggt, það tekur ekki langa tíma. Má sjá. Það er hérna, það er NSX. Ég þarf að fara niður í Hilla í 7. sæti, hann er á Nismo. Jæja, það þá allavega ekki allir á Hondunni. Hún er vinsæl núna. Já, það er allir aðrir á þetta er Hondur og hvað 11 á móti einum. 11 á Þetta móti er einum. alveg sjóðheit barátta hérna annarsæti. Hann liggur í skottinu á Davíð. B6 Racing versus Kaldi. Þetta er að koma Hilmari ansi vel. Hilmar að stinga af. Já, algjörlega. Hann græðir á þessu. Enn og aftur notar Jón Þór draftið, kemst upp á hliðina Davíð, en Davíð með inn í línuna, eða hvað? Jú, Jú, en ég bremsa seint. Jón Þór líka. Hann bremsaði og seint, þarna töpuðu þeir báðir. Viktor grætt á þessu. Já, þeir ætluðu báðir að bremsa seinna. En nú er þetta þriggja bílapakki, Viktor kemur hana á fullu. Algjörlega. Við fáum endursýningu af þessu á eftir. Jóhann er í 5. Smá keppni 7. sæti sem stendur. Sindri að skjóta svo hann byrjar á mjúkudekkjanum. Sindri konum í 7. sæti. Flott framhaldsteg Sindra þarna. Þetta með replay á sig, eyðileggur start replayið? Ég er búinn að gera það. Já, ég ætla að segja, það var ekkert verðt, þetta var mjög styttið fyrst startið. Já. En Sindri er að nota núna mediumdekkin sín mjög vel. Komum í 7. og er að keyra eins og enginn sem okkur dagurinn. Já, geggjað. Og svo er þeggjabílapakki 7. sæti. Það er þeggjabílapakki. Já, hann Lyngdal er að fara fram úr hérna núna. Hún tekst það. Við smá lakk skiptum. Það spurning hvort að Oliver nái að elta draftið og stinga sér aftur fram úr. Ari ver væntanlega með inn í línunni. Hilli hann er rétt fyrir aftan. Þetta er algjör þriggja barátta henni í gangi. Smá rapp í gangi hérna, ekkert alvarlegt. Ari með inn í línuna, en Oliver kominn aftur fram úr. Það er búið að slita milli manna annars þar á brautinni, haldur bara á fylgst með þarna. Þetta vita að það er eitthvað að gerast annars þar, það er ekkert í gangi annars þar á brautinni sem stendur. Það er meiri sekúnda á milli allra manna annars þar á braut. Þetta er Hilli og Ari sem er að berja sér núna. Hilli að pressa Ara. Ari er á hörðum. Hilli er það líka.
Þessum að Sindri, já, ok, þú ert minni munur hjá þér, en Sindri byrjar núna að nálgast Jón Ægi. Ég skal fylgjast með því og læt vita að þér hvað að frétta. Algjörlega, við fylgjumst með Hilla pressa. Harald Lyngdal er í bullandi drafti og hérna sjáum við 2 mismunandi bíla. Það er hann Hilli sem er á Nissan GT-R versus Hondan, og hann er komið fram úr bara, og já, hann svingar sér yfir og tekur vörnina og gefur Ara ytrirlínuna. Ari underkattar hann og hvað, komið aftur fram úr, glæsilegur akstur. Þetta var flott hjá þeim, þau eru alveg svissast hérna fram og tilbaka. Það er ekkert gefið í þessu, það er alveg á hreinu. Og það er að draga saman bilið hjá Sindra og Jón Ægi, en þegar Jón Ægi er á hörðum og Sindra mjúkum, medium dekkjum segi ég, medium dekkjum. Og það er, myndi ég segja, að Sindri ætti að taka fram með Jón Ægi núna á næstu straight. Jón Ægi stýst. En tiltölulega skaðlaust við hvað þetta hefði getað verið. Missir 1 sæti, missir annað, missir 2, en wow, hvað þetta geta orðið mikið verra. Þó sem 3, þá er hann samt ennþá í reisinu. Já, þetta er ekki búið, við erum bara á hring 5. Það styr sér ekki, það er stóri punkturinn. Það er bara mikið að gera þarna. Sindri í 5. Og Hilli að reyna aftur fram úr Ara, komin í slipið með hinni línuna. Nær Ari switchar aftur, nei. Tókst ekki þetta skiptið. Hilli heldur þessu. Og nú er Ari með Jón Ægi sem er væntanlega að jafna sig á dekkja spinnunni þarna, væntanlega svolítið heitdekkin og sleipur bílinn, en það er fljótt að lagast, þannig að hann ætti að vera komin í full attack mode any second. Þannig að Jón Ægi það er bara race on. Hilli fór eitthvað skringilega línu þarna. Já, Ari fór skringilega línu. Já. Jón Ægi komið fram úr. Það var eins og hann hefði lyft bremsanum upp og næstu farin aftan á Hilla og gerði hennar mistök. Smá mistök, en þetta slapp. Hann er pínu sleipur aftan hjá honum Jóni. En Jón alltaf keyrir aldrei með traction control. Smá hérna strategía er að Thompson er búinn að skipta dekk. Er hann búinn að fara í pitið? Já, hann er búinn að búið með hörðudekkin. Jæja. Við sjáum hérna gríðarlega pressu. Ari er fyrir aftan Jón Ægi. Þetta er alveg hörkubarða hérna, en við erum ennþá eftir að kíkka á replayið af því þegar að Davíð Adams og Jón Þór voru að berjast. Já, heldur betur. Skulum kíkja á þetta. Skulum snöggvast kíkka á þetta. Ég ætla að setja hérna Davíð Adams og hérna sjáum við þetta. Bremsa seint. Já, og tekur á. Já, hann tekur eiginlega Jón Þór með sér, en það er ekki árekstur, en hann basically keyrði fyrir hann er að... Já, þetta er mjög umdelilegt. Já, hann basically bara var að reyna að verja og bremsaði á seint. Ég meina, þetta er bara klassísk kappastursmistök. Þetta er bara, eins og maður kallar, þetta er racing. Ekki því að gera, en... Tveir menn að rífast og það gerir báði mistök. En Jón Þór komst fram úr á endanum, þannig að þetta fór allt vel fyrir hann. En þau eru náttúrulega búin að tapa núna, eins og sjáið. 4,5 sekúndu í Jan Hilmar, þannig að eins og í fyrir
Hilmar að skapa sér forystu og sáum hvernig það fer. Það nú mikið eftir þessari keppni, þannig að þetta langt frá að vera búið. Heldur betur, nóg eftir. Davíð Adams hann 4 sekúndur fyrir aftan Jón Þór tæpum 3 fyrir aftan Hilmar, hann að sækja á Hilmar. Nei, fyrir ekki, ég að horfa á vitlausum tíma, hann hérna 3 sekúndum undan Davíð, það Davíð sem 4 sekúndum á undan Evu, sem sagt Viktori, svona Evu. Sorry, ég kom í tómtruglina. Það svona, það margt að gerast í einu. Já, þetta bara eins og dáverð, það bara brjála að gera. Brjála að gera? Já, við elskum þetta. Algjörlega. Svona eins og við viljum hafa þetta. Fara smá hérna niður listan og sjá hvort við finnum einhverja baráttu. Sindri kominn í 5. búinn að vera að vinna sig upp. Ólífur Nói 4,5 sekúndur fyrir aftan Sindra. Og Hilli 7. fyrir aftan Ólífer, 3,5 sekúndur fyrir aftan hann. Og Jón Ægir, hann ekki nema 1,5 sekúndur fyrir aftan Hilla. En eins og við sjáum, hann svolítið laus hjá honum bílina aftan. Hjá Jón Ægir, hann búinn að vera svolítið að hrista bossan. Nú Ari Lyngdal 9. Jón Brynjar 10. Það verður gaman að sjá Carlos 11. og Toppi, svo ég klári þetta 12. Þá erum við komin niður listan, en það engin svona mega barátta í gangi akkurat núna. Nei, það svona nokkuð rólegt, hvað sé það? Það gæti verið stutt í hana, það aldrei að vita. Já, það er þetta spilstrategíunum. Það eins og við vitum, það er nóg eftir. Já, algjörlega. Þetta erum við ekki þessi búið með 1/4 að keppni. Nei, nefnilega. Og dekkjastatus, það alveg, við erum að fara að nálgast verstu dekkin á medium, eru farin að nálgast hálft slitt. Þau virðast vera að eyðast meira vinstra megin. Já, klárlega. Sindri sem byrjaði aftarlega í 3. sæti, hann byrjaði alltaf á medium. Hann var eini ökumaður sem var ekki á hard, sem var ekki á tveim fremstu startlínunum. Þannig að hann að gera athyglisverða hluti sem verðist kannski að hann með réttu strategíuna, það eftir að koma í ljós. Sýnst vera á svipu eyðsla á dekkjunum hjá þeim. Viktor á hörðum. Þau eru samt það er minni munur heldur en maður myndi halda á eyðslunni á hörðum og medium. Já, nema ég á topp sinni. Hann einhver dekkja Er hann dekkjaböðull? Nei, kvíslari. Kvíslari, já, ok. Já, og skoðaðu dekkir í honum. Það er bara eins og sem að gera fyrir Ríki. Var hann ekki að koma úr pitt á hann, eða? Jú, að sjálfsögðu, þetta var eitthvað skrítið. Þetta var eitthvað skrítið. Já. Sindri hins vegar, hann búinn að eyða mediumdekkjunum aðeins meira heldur en þeir sem eru fremstir, enda hann búinn að vera að keyra svolítið aggressíft til að vinna sig upp. Já. Og mjög flott rakstur hjá Sindra. Við taka fram. Hann búinn að hlífa mig henni í kvöld. Hann að keyra stabílt og hann búinn að láta dekkin telja, sem oft mjög erfitt að gera. Þú byrjar í trafík, sem hann gerði. Algjörlega. Eins og hann var að komast. Hann byrjaði aftarlega, hann var ekki fremstur. Ég held að hann byrjaði, með skjálski, eitthvað 7. 8. Ég með þetta með þess að mynda af því. Ég ekki fletti upp bara. Hann byrjaði. Það hérna alveg flott að sjá það. Sindri byrjaði 10. Já, þannig að þetta flott recovery í honum að vinna sig upp. Já, við skulum sjá hvað feitakonan þegar feitakonan syngur, hvað gerist. Já, algjörlega.
en hann bara eins og margir aðrir eiga eftir að fara náttúrulega á hördekkin. Það skylda að taka hördekk, þannig að það þurfa allir að taka þau allavega einn ring í keppninni. Akkurat. Já. Það nóg eftir. 11 hringir sko, við erum 11 hringa 40 og eins og bara síðast það maður svolítið bara svona að draga andan og leyfa strategið að spilast út. Bíða þegar dekki byrja að minnka, að menn skulu passa sig að við ekki að spinna. Það getur alltaf gerst. Þannig að það ennþá svo margt í þessu. Ein mistök telja ansið dýrt, sérstaklega á GR2. Bílarnir eru ofurhraðir. Núna já það ekki keppabraut sem ég sé. Ólafur að fara í pit. Það lítið annað gerir bara svolítið að fylgjast með hvernig það þróast. Já, þetta stemmir við, hann fer væntanlega á medium núna hann Oliver og tekur væntanlega 2 15 hringja stint sem basically stratti sem að Óli keyrði á í síðustu keppni sem að vann úrvalsdeildina. Þannig að já, ég er mikið líklegt að sé margir að hugsa það sama og hann sýndi. Já, þeir njóta góðs af því að hafa fylgst með úrvalsdeildinni, hvað gekk best þar. Já, manni finnst svona líklegt að því að sko Jökull var með hraðasta tímar í tímatöku, þannig að hann var greinilega með hraða eins og Óli, en þeir voru á 2 ólíkum ströttum og þetta var eiginlega aldrei í hættu í Óla. Þannig að það sýndi sig að hans stratt var superior. En hann aldrei hættu sko. Ef menn með jökulinn á bakum sig, þá má ekki við neinum mistökum og þetta... Það alltaf, þú ert alltaf í hættu og jökull fyrir aftur það, skýtur einhvern veginn hvað láta undan hannum. Árnum veist að, heyrðu... Hann náði að láta það stikka. Þegar menn byrjað að keyra líka, komið niður fyrir 70% slit, þá jökullinn fer á skrið. Já, líka bara dekkirinn eins og núna, við sjáum með herra Mr. J, dekkirinn er komið niður. Og sérstaklega á þessum knöppur hröðu lykkjum á lokakaflanum, þá getur allt gerst. Og Viktor var að fara í pit, henda hardekkinum af sér og það kannski ekkert sko vitlaust að taka örlítið fleiri hringi á hard heldur en að taka 15 á medium því að sko allavega mín reynsla þegar ég var að prófa að keyra að 14. og 15. hringurinn voru ekki hraðari heldur en þeir tíma sem ég væri að setja á hard. Þannig að þetta líka einastu brautum, það lítið munum til að halda medium og vera það sniður að taka eins og ég sammálaður, að taka einn auka hring þó að sé kannski sekúndu hægari. Það verður meiri sekundur hraðari í lokin. Já, jafnvel þótt að tímanni sem svipaðir þá kannski aðeins meira riski að vera á mjög slitnum medium heldur en minna slitnum hard. Já, en hérna sjáum við Sindra að hann að koma í pit og hann á handónýttum mediumdekk, búinn að keyra 13 hringi. Það bara glæsilegt. Algjörlega sko. Glæsilegt. Sjáum hérna pikkrú hans. Ég að horfa það í fallin púmabúningum í stíl, allt í stíl, vel hannað og fallegt. Það gaman að taka þetta fram því að þetta eitthvað sem gerir á þú hannar sko driverbúningin og hannar pitbúningin líka í leiðinni. Já, algjörlega. Bara eins og tekið fram, þetta maður sem búið að setja metta í þetta. Ég hef alltaf lagt upp úr því að hafa ökumannsbúning í stíl við bílinn svo allt pitkrúið og allt lúki. Já, ég segi það sko, menn gerir sig ekki bara ef allir gerir sig ekki ljóst að hanna ökumannsbúninginn þá ættu líka að hanna pitkrúið. Akkurat. Þannig að þú veist, allir eru meðvitaðir um það. Hvernig staðan á forystumanninum hjá okkur?
Hann á 14. hring og það bara, dekkin hans eru bara mjög góð meðal við aldur og fyrir störf. Að hann taki ekki einn hring í viðbót og komi svo í pitt, það mín spá. Það komið, hann farið fram hjá pittinum. Já. Það var bara Mr. J og hann gerir það sama. Já, þetta 15. hringurinn og ef að mínir útreikningar skjálfast ekki þá er þetta 15-15-10 stratt. Það er að segja 15 hringir tvisvarsinnum á medium og 10 hringir á hard. Já, gott ef ekki. Líka þeir eru að taka það medium 15 hringi á fullu tanki. Þetta ættir að vera auðveldara að taka 15 hringi á rétt stiltu bensínfyllingu. Þá er bílinn léttari og dekkið dugaðast lengur. Að því gefnir að þeir lendi ekki í stríði eða sérst í einhverju barningi, þá er þetta fínstratt. Sjáum að dekkin hjá honum Jón Þóri eru aðeins meira eitt heldur en á Hilmari. Hilmar er að hvísla dekkin mjög vel, enda er hann búinn að vera einn og yfirgefinn fremstur og ekki þurft að vera að taka neinar dýfur til að halda stöðunni sinni á bremsunum eða keyra eitthvað aggressíft. Hann er bara að keyra sína keppni og hugsa sitt. Það var í dekkjum alltaf. Það komið hérna barða 5. sæti, mikið barða, 3 bílar hérna í lest. Það er líka hægt að barða hérna 3. sæti. Já, ok, já. Ég skal fylgjast það með 5. sætinu. Ég er komin hérna, Davíð Adams, Viktor. Davíð er komin á ný mediumdekk. Einmitt. Davíð líka, sko. Þeir eru báðir, þetta medium slagur. Og Jón Brynjar sem er hérna 7. fyrir aftan og hann er á svolítið einum harddekkjum, þannig að hann fyrir varlega að blanda sér í þetta. Hilmar og Jón Þór farnir í pitt. Það barður líka við 3. sæti. Já. Jón Ægir fór inn. Ekki lengur, Jón Ægir fór inn. Já. Þá bara fylgjast við með Viktor og Davíð Adams. Þetta er hörkubarátta og Viktor er töluvert nær honum núna. Hvað kom fyrir Jón Brynjar? Ég er bara, ég er ekki alveg sjóra. Ég held að hann hefði verið með hann í baráttu. Já, en sko, hann er bara á einum harddekkjum á meðan þeir eru á 9 medium. Já. Þeir eru bara að keyra miklu hraðar akkurat núna. Þeir eru bara að dekkin talja. Akkurat. En við sjáum að sko, Viktor er búinn að vinna upp einhverja 4 sekundur sem að Davíð var með hann fyrir pitstop. Spurning hvort að Davíð hefði tekið meira bensín eða verið bara eitt meira bensíni. Nei, Davíð tók meira bensín. Já, það er munurinn, basically. Við sjáum það hérna, við hoppum á milli. Við sýnst það allana. Já. Það er það spurning sko hvort að Viktor sé að hugsa medium hard, medium á meðan að Davíð sé að hugsa medium, fattaru upp á að taka bensín fyrir 100 hringi, það er sennilega ástæðan. Ég sé enga aðra ástæðu fyrir hann. Ég sé alltaf skrítin ástæðu en gott að blessa. Menn hafa sínir strategíur. Já, en það meikar sens ef að einn er að taka bensín fyrir 15 hringi og meðan annar er að taka fyrir 10 hringi. Já, sjálfsög. Þannig að en þeir eru bara medium. Já, það er rétt, auðvitað. Þetta meikar ekkert sens sem ég er að segja. Þeir eru báðir á medium, þannig að Davíð er sennilega að hugsa að þurfa ekki að taka þá pitstop. Já, ég bara veit það ekki. Ég veit ekkert hann að hugsa, en hann er allavega í 4. sæti. Ég hef aldrei skilið þessa pælingu að setja auka bensín á nema þú ert að koma í veg fyrir að fara ekki út í trafík ef keppnin er mjög sko þröng eða sérst mjög á milli munna, en ef þú ert einn að keyra og það er 2 sekúndur á milli manna, þá hef ég aldrei skilið þetta að taka auka bensín. Það gerist bara í Brands Hats, eða það er allt tróðið og þú vilt bara ekki verið í tróðslunni, sko. Nei, takkilega að sé að eyður þetta ekki minna og færr hraðar á léttari bíl. Já, einmitt. Þannig að, en já, svona er það. Það eru einstakar tilfelli sem það getur virkað eins og þú segir með trafík og annað, en ef það er bara að keyra í hringi þá tölfræðilega er það ekki að borga sig.
Ég bara ekki skilja, þú veist, það langt að þetta manna, en ef þið segi, það eitthvað öndugötti eða bara fá, já, losa þið þá frá að vera ekki rassinu á næsta bíli eitthvað, en ég enga skilning á þessu. En það er greinlegt að Davíð að keyra aðeins hraðar en Viktor því hann að slíta sig frá honum. Ég aðeins að fylgjast með það spákeppni en Mátsetti á Sindra og Ara Lyngdal. Kíkum á það. Það ekki, sko, Ari á medium og Sindri á hörðum. Sindri að taka sitt harðasteitt, hann byrja á medium. Hann að taka sitt harðasteitt sem verður þá vantar 10 hringir. Það getur einstaklega erfitt að halda eftir Ara. Ari hefur nú alveg í gegnum tíðina verið nokkuð aggressífur ökumaður þegar á séns tekur hann. Ari bæði á léttari bíl og á mýkri dekkjum, þannig að hann vissulega í góðri stöðu til að takast á við baráttu við að Sindra. Sindri hann að skrika til, næra stjórna bílnum, vel gert hjá honum, misti bílna aðeins hann að nei, sjáu Ara hann að, fyrir allt og djúpt, verður endurkvæmt. Nei, eða hvað? Nei, það tókst Ari, láta það stikka. Þetta var rosalegt. Hann lét þetta stikka. Sindri hérna. Nei, hann týnir sig ekki, nei. Sýn sig. Hann var að sýna sig, en hann alltaf á hörðum. Hann ætti bara, ef hann heldur í við Ara núna, bara að vera sér vikið. Hann á líklega ekki séns að taka fram úr Ara nema að gera mistök. Ef Ari keyrir svona öllu eðlu þá á hann að slíta sig frá. Ég held að Sindri þurfi að hafa meira áhyggjur af Jónægi. Já, akkurat. Jónægi mikið, akkurat, já. Jónægi hann tekur þetta vantarlega bara núna og beina kamranum. Sogast þannig að honum. Já, Jónægi líka á medium. Jep, einmitt. Sindri í hérna medium samlokku á hörðudekkinu sínum. En svo snýst dæmi við eftir næsta pitstop. Jónægi tekur tífuna sjálfsögðu. Þekkjum að Jónægi rétt, hann lætur ekki tækifæri úr svo greipum ganga. Þetta líka bara vel gert. Hann að nota ekki, þetta dekkjamunurinn. Jónægi á fjórublóm, fyrsta kafla. Algjörlega. Við skulum kíka snöggvast á endursýningu á því þegar Ari tók fram úr Sindra. Þetta var mjög skemmtileg framrástur. Já. Sjáum að koma hérna. Og sjá hérna. Fer vítt, en ekki það vítt að hann lúkaði víðara þegar við horfum á þetta á hann heldur en núna. Virkilega vel gert. Hilli á algjör ónundum dekkjum á öðru sæti. Hann ætlar að taka einstopp standtekið, það nokkuð ljóst. Já, hann halda Mr. J sem á hart líka en klænýjum. Já, hann álega efna einum hringi viðbót. Já, en það keppni hann mannasæti. Og við skoða það, Hilli bara að taka fram á núna. Hverju á þessu hring. Þetta fyrirgefið, Mr. J að taka fram úr. Jón, að taka fram úr Hilla. Já, hann hérna á nýjum tútum. Þetta mun vænlegri staða. Hilli bara að hugsa að klára hringinn og komast þér í pit. En þetta áhugavert. Hann þegar keppnin hálfnuð í öðru sæti og allir búin að fara í pit einu sinni. Þá þetta bara sama á að spila stjórnsteldinni. Hvort það eins hard versus hard medium. Þetta mun allt komið í ljós. Nú Jóna að segja liðsfélag sínum Ara Lyngdal Mátsetti, en já, það getur orðið eitthvað spennandi. Sko, Jóna mjög ferskar dekkjum heldur en Ara Lyngdal. Gríðarlega pressa hérna frá honum Jón Þór. En Hilli fer væntanlega í pit núna. Eða hvað? Jú. Já. Hann bara að nýta draftið. Það gert.
Hann fellur eitthvað niður listan, því að hann þarf að taka hellinga bensíni. Þetta, Já. Þetta er strategía bara. algjörlega. Hann verður bara að stekka eftir bestu getu. En það er ekki nema 1 sekúnda rúm á milli Davíð Adams og Jón Þórs og það er ekki nema 1,5 í Viktor, þannig að við erum að tala hérna um 3 bíla sem eigi allir möguleika á öðru sæti. Og já, Þetta er mjög spennandi. Láta hann að stekka að koma inn. Rúnar bendir á hérna áhugaverður fastest lap tíminn, það er slett 1:29. Það er ótrúlega. Snirtilegur fastest lap. En það er alveg 18 sekúndur sko í Jónægi sem er í 5. sæti. Þannig að topp 4 er svona að skilja sig svolítið mikið frá restina af hónum. Já, en núna eru menn, þeir svo einstoppa menn, þeir eru bara búnir, en nú eru þeir byrjað bara að reysa for real sæti. Jón Brynjar fyrir út af 10. sæti, slætaði inn á. Vá. Og þetta er ekki replay á Jón Brynjar bara nú. Já, ég er að gera samfóttu námas ekki. Herru, jú, herru, what? Þetta er bara næstu í Tokyo driftin í beigina. Þetta var rosalegt. Hörku bara til 7. sæti. Sindri á sinni harðstindi. Oliver á innanverðu verð. Medium, slitið medium. Það er Sindri hérna að gera sitt back, nei, það tekst ekki. Já, það er lúmsmikið að gera á brautinni. Það er mikið líka að keppa hérna, þeir eru 3 hérna að keppa, þeir eru 2 hérna 3. sæti mjög þéttir. Það er 0,6 á milli. Já, þetta er hörkubarða hérna. Viktor að sækja í sig veðrið. Ég er að nálgast Davíð, heldur betur. Já. Og gott ef að þeir eru ekki að nálgast Jón Þór líka, þannig að þetta er að detti í 3 bíla baráttu annað sætið. Það er náttúrulega bara nákvæmlega sem við viljum sjá hérna, við sem horfum á. Svona fyrir utan að sjá rigninguna líka, þá er Jón Þór líklega hann var að medium í byrjun, hann er að medium hard, hann er að taka út harðstindi sitt núna, hann þarf að reyna að halda aftur að verða frá þess eins mikið að getur. Svo fyrir hann að medium fyrir síðustu 15 ringina. Já, og ef hann nær að halda þeim fyrir aftan sig og út þetta stund, þá er hann í góðum málum. Já, einmitt, þannig að það er sem meina, hann þarf að gera vel, halda sér á braut, vera stöður, vera hraður. Því að hann er hraður. Þetta er alltaf mjög hraður ökumenn. Þetta er alltaf görður sem er tilkall til að vera í fyrstu í úrvalsdeildinni. Og Jón Þór er alveg Mr. J, eins og ég er búinn að kalla hann í kvöld. Jón Þór er mjög hraður ökumaður. En það getur verið fjallarlega erfiðar að þú ert á lélegum dekkjum. Já, algjörlega sko. Þetta er svona að komast niður í eitthvað svona flokka. Sjá, Jónægir er 17,5 sekúndur eftir í Viktori. Það er svona að slitta milli í svona ákveðna hópa sem mætti svo orðið komast. Það er svona aðeins að sem stöðum eru 20 bílar í hnapp, svo er kannski langt í næsta bíl. Já, við stökkum hérna aðeins borð hjá honum Viktori sem er að elda Davíð Adams. Fáum svona smá tilfinningu fyrir brautinni hring. Mér finnst þetta mjög skemmtileg braut.
Þessi braut æði. Ég alveg meira því, sko. Ég bara ekki ég hef aldrei verið ástofnir af þessum bílum. Við sjá þetta bara one make race. -1. Já, það hefur nú oftast verið meiri fjölbreytni í bílavali í grúpp 2 keppnum en einhver meginn endaði þetta á hondunum núna. Mætti kannski bara íhuga það að gera það grúpp 2 að one group make. Bara velja einhvern bíl sem er ekki endilega hraðastur. Já, þetta er hvort þannig. Þetta þróast út í það. Það er ekki góður landsvíkjumæður. Nei, það er enda alveg réttur. Ég er bara að velja bara einn bíl bara og segja bara allir gera það bíl. Kvarta undanlega að segja one-way keppni og hugmyndin er að gera one-way keppni. Nei, þetta er one-way keppni, sko. Nei, það er einn Nissan. Náttúrulega. Það er einn Nissan á braut. Já, þetta er bara, ég er að láta hugmyndaflugið hérna fara mig í gunnur. Tala uppátt. Það voru reyndar í öðrum deildum voru meiri, það voru fleiri að taka þessu í opnumdeildinni. Þú kerðir nú sjálfur Nissanin í opnumdeildinni. Já. Ég bara segja, veist, nei, þetta er einhverja hugsanir sem ekki alveg búin að komast til að leiða þetta. Ég er búin að klára þetta. Þetta er eins og með ég elska að þið vorum að keyra á einhverjum go-kart bílum. Red Bull ring. Það er bara svona, fara bara í eitthvað óvænt. Já. En þetta er bara, ég er bara að hugsa upp átt, sko. Mér finnst þetta... Það gerir það svolítið mikið í útsendingu að hugsa upp átt. Maður hefur ekki tíma til að melta þetta og tala svo. Maður þarf bara að gera þetta spontaneously. Já, en það er bara, veist, það er ennþá 15 ríkir eftir. Við erum nýhálnaðir og maður svona lætur bara hugan að reyka. Já, akkurat. En við erum með 2 one-way keppnir, eða allavega eina one-way sem er Mastan. Uppáhaldsbíllinn hans Óla og Jökuls. Ég er ekki að kvarta, sko. Síður en svo. Þetta er búin að vera algjört, sko. Jón Þór fór í fyrst. Ég hef ekki öllum keppnum það sem hafa verið árinu. Við hefur verið einstaklega mikið keppni og það er ekki, í raun og ekki út að neitt að setja, sko. Ég er bara að láta huga að reyka og hann er kannski bara ágætt að vera að gera það. Allt er góða, ég ætla hann ekki að skamma það við minn. Nei, ég er bara að segja, sko, ég er ekki að kvarta, sko, við keppnistjórn, skilur, er eitt svoleiðis. Það er bara eitthvað svona leirburður. Mið-keppnisvangaveltur. There you go. Ekki dýpra en það. Við erum haldast þátti jafnt bili hérna með Davíðs og Viktors. Þetta er svona alltaf í kringum sekunduna núna. Þannig aðeins nær áðan. Það er keppni 5. sæti, ég ætla að kíkja á það. Já, endilega. Ólafur er miklu perso á Ara, akkurat núna. Það er komin á vel 1 metrum og Ólífer líka. Dekkin eru bara mjög sambærileg. Þannig að þau eru bara á sama bát. Jón Þór er á midjúdekkinu fyrir aftan þá. Hann er komin búinn með þessi loka stint og hann er að pressa, hann þarf að telja. Hann er mæntanlega að draga vel á Ólífer fyrir innstu beygju. Ég fylgist með því. Það fór bara hálf sekúnda. Eitt í beygju. Það er komin. Já. Önnur hálfsekúnda farin. Jón Þór er að nálgast á mjög hratt. Þetta er þeir bara eftir að pitta. Jón Þór er engan á að berjast þau á. Þetta er þeir bara að drífa sér í pitt. Það er spurning. Og þeir var að fara pitt. Ólífer fór smá á línuna hana. Spurning hvort hann skal ég segja þér fái refsingu eða ekki. Hann fór aðeins á hvítu línuna en ég fannst í síðustu keppni og líka við horfði á úrvalsdeildina eins og að einhverjum væri ekki að taka marka í stundum. Ég er sammálaður að hún er allavega, þú sagt, ekki ströng eins og oftast. Já, maður hefur oft algjörlega
alveg, stundum hann bara strýkur línuna og fær maður refsingu Já, já. og því ég var að æfa og ég var í æfingarlobby, ég var alltaf með hérna race pit line, hérna strong stillingar, það var aldrei, það var mjög já, forgiving, afsakið ég skulle sletta, það var eins og það var mjög erfitt að fá refsingu í Ég hugsaði bæði þegar við vorum í útsendingunni hjá okkur að ætli hafi klikkað einhverja stillingar hana með hérna refsingar og svo hugsaði ég það sama fyrir að horfa á útsendinguna í úrvalsdeild bara þetta er bara leikurinn og brautin. Já, það er bara innlínan þessum bitum. Já. Þannig máttur kötta inn í línuna og það er kannski bara að maður hefði átt að tróða sig meira yfir línuna. Kannski það. Herði, en Jón Þór er núna, sjá hvar hann er að koma út. Núna þetta er svolítið spennandi tími akkur núna. Það eru, forystustöðinir eru inni. Já. Jón Þór er komin út, og fremstu tveir eftir að pitta. Þannig að nú verður mjög spennandi að fylgjast með næstu ringjum. Þegar nú eru Hilmar og Jón Þór eftir að pitta og Jón Ægir og Hilmar. Jón Þór, hann er Jón Þór er búinn að pitta. Já, hann er búinn að pitta, síðast að pitta alls búið og núna er þetta raunum frá að spilast úr þessu öllu saman, þessu kapli. Hvernig strattið er að virka. Við sjáum þessar 4 sekúndur sem að 3 sekúndur sem að Davíð var með í forystu fyrir fyrra pitstoppið sem hann tapaði á Viktor. Hann er búinn að vinna það aftur upp af því hann tók meira bensín. Ekki alveg, hann vinnur 1 sekúndu. Síðast eitt Davíð Adams er hard, síðast eitt Viktor er medium og það er bara 2,3. Það er Viktor aftur að éta upp, ef það ekki er rétt, á 2 ringjum. 2 ringjum, þá er Viktor komið fram. Og herrið, nú fyrir Jón Ægir inn. Herrið, þetta, núna er svolítið spennið í loftinu, finnst mér. Það er spennið í loftinu. Jón Þór með pálmann í höndunum? Nei, ég hugsa að Hilmar sé með pálmann í höndunum, Hann er 47 sekúndum á undan Jón Þóri, hann á eftir að fara í pitt. Þá getur nú Jónas sem viðmið því að hann var 10 sekúndur fyrir aftan. Hvar kemur hann út? Svo er það líka bara spurning hvað tekur hann langan tíma í pittin með bensínunni Og bensínni. Mér finnst þetta ennþá, ég er ekki alveg búinn að reynda út til enda. Mér finnst þetta bara spennandi. Já, algjörlega. Það er ágætt að vera ekki að reynda ómikið og leiðist bara að koma svolítið í ljós. Svo mikið bara Davíð, sem ég segja, Viktor er núna komin í skotti og Davíð Adams, David Adams, eins og þessu alltaf í fyrra. Já. Sjá hvað gerir Viktor, hann kann þetta alveg velskólaður af Evu. Þannig að alveg hafa þetta. Þetta kom nú 2,5 niður í 1,2 sekúndur á einu hring. Nú er Hilmar ég var að segja síðasta hring á þessu dekkin. Ég ætla að fylgjast svolítið með Hilmari. Þú samkvæmt spánni minni þá klárar hann 30. hringinn og fer inn á þessum hring, 30. hring. Já, ég tek undir það, en það er spáð hvar kemur hann út. Það er það sem er allt í slum. Ákveðin dekkjum. Ég held hann komi fyrstur út á hörðum dekkjum. Spurningin er bara hversu mikla forystu verður hann með. Akkurat. Verður hann með 10 sekúndur, verður hann með 5 sekúndur? Ég skal fylgjast með Hilmari, hann er í væntanleiðinni núna. Ég mun verið með auga á honum. Hann er með 56 sekúndur, 54,8. Ég mun fylgjast með Hilmari hvar hann kemur út. Já, við ættum eiginlega að
Ef þú Ég fylgist var það með líka, sko. Jón Þóri, ef þú fylgist með Jón Þóri og ég fylgist með Hilmari Já, og Jón Þór og byrja að dæla inn á bensín það kemur hann út. og hann er búinn að setja bensínið, Já, hann já. byrjar að rúlla út pittinn. Hann er kótabraut. Já, Þetta var, þetta er alveg mikið meira bóðstátt en ég held ég reiknaði með. já, hann er með góða fórust ennþá, sko. Já, þetta er talsvert meira en þetta er þetta leiðir eftir sig talsvert mikið, akkurat í þessu tölu orðum. Þetta er 15 sekúndur. Já, Já, Hilmar er með þetta. Hilmar er bara með þetta, þó að sé á hörðum. það var það sem ég grunaði, sko. Jón, Það leit já, helviti vel út hjá honum. Jón Þór er að medium með 15 sekúndur á 10 hringjum. Já, við sjáum til. Ég held að það sé svolítið bjartsýni að ætla að taka það. Það þarf eitthvað að mistakast hjá Hilmari til að ná honum. En skoðaðu Bartóð þriðasettið, hún er erum núna að á hljómandi. Þá aðtöku ég neðra braut. Sjá hvort það sé hvað gerast. Læt vita. Já, Jón Þór er búinn að toppa hraðasta hringinn, 1.28, 9.47. Hann bætti alveg heila 530 hlutaðar sekundu. Mjótt á munum hana. Það var að að keyra glæsilega varnabartu hérna á móti Viktori. En það mun ekki duga 9 til 10 hringi. Ég leið mér að efast það. En reynda þarf alltaf að Viktor láta þetta ekki telja. Viktor þarf alltaf að telja, þú veistu, 2 til 5 hringina. Því að þá fara bílutækin hætt að vera hraðari. Sérstaklega síðasta bein hana, maður er búinn að sjá rosalega oft bíla fara alveg yfir hvítur-rauðlínuna, alveg inn á grænaflöttin, en svo fara enga sektur í það. Það virðist vera bara opin heimild á að fara vítar. En eins og ég held að menn sé ekki að græða henni sérstaklega á því, þannig að kemur niður á því sama. Ég er að fylgjast líka með Barði í 5. og 7. seti. Jón Ægir er á medium-dekkjum á móti Hilla í 5. seti á harddekkjum. En það er ekki alveg rétt að frétta sem stendur. Já, eða þó. Ég myndi bara skipta yfir á það núna. Já, sko, Viktor er bara í skottinu á... Já, alltaf leik, góð að blessa. Já, og Jón Ægir er í skottinu. Ég skal bara fylgjast með því. Jón Ægir er... Nei, shit, hvað Davíð verða. Hann tók rosalega innanlega línu hann að Viktor ætla að stinga sér innan á hann. En varnarakstur mikill í gangi hérna hjá Davíð Adams. Og Jón er líka eins og brjáluð, rjúpa bara fyrir aftan Hilla. Þú stýrir þessu. Ég er meðvitaður ástandið. Já, ég læti vita, þú tekir replay, ég skal horfa á bara 5. seti, ég læti vita að þú tekir replay ef eitthvað gerist. Já. Jón Ægir er alveg, þetta er skott í hút. Sjáum hérna Viktor, Davíð ver þetta rosalega. Viktor reynir utanverður, það er að switcha rú, nei. Það er reynd og reynd. Hvað nær hann að halda honum fyrir aftan sig lengi, hann Davíð? Og Jón Ægir gerði up and under. Það var flott í Jón Ægir, hann fór fram úr. Skerur replay á Jón Ægir núna, þetta var mjög flott yfirtaka. Ég hef búin að merkja replayið. Davíð Adams var að fá sekundu sekt, þannig að í þeim töluðu orðum er þessi barátta basically að enda. Já, gerur replay, þetta var mjög styttið Jón Ægir, mjög styttilegt. Sjáum hérna Jón Ægir kemur og þetta verður Sutjarúar, já, virkilega vel gert, smekklegt. Þetta er up and under, og fyrir upp og svo fyrir hann under, glæsilegt.
Þannig sjáum við Viktor, hann að fara fram úr Davíð núna sem að tekur út sekúndusektina. Og þar kláraði sú barátta. Fylg peina að fá refsingu þetta. Já, algjörlega. Mikið mér sekúnda. Sjá það að komin 2 sekúndur fram og núna hann Viktor. Já, þetta basically 2 sekúndur. Og hann var fyrir framann. Skilu, þetta er 2,2. Þetta er alveg skelfilegt. Jón Þór annar 14 sekúndum fyrir aftan Hilmar. Helst bara óbreytt það bil aðeins búin að krunga í þetta en ekkert sem skiptir máli. Það er bara þetta 7. sæti. Ari Lindahl tekur fram úr Oliver. Get ríflega það var framræstu bara núna í 20 orðum. Já. Ég ætla að leyfa mér að hafa trú á Jónægi. Hann heldur betur að draga á 4. sæti í dekkjarum og Davíð Adams sem er á harddekkjum. Það eru 5 sekúndur en það eru líka 6 ríkir eftir. 6,5. Já. Eða 6 og 1/4. Við skulum Jónægi er á siglingu. Hann er á siglingu. Við skulum skoða replay hérna hjá Oliver framvarasturinn. Já. Sjáum hérna, kemur að innanverðu. Já. Þetta var bara... Sko, Ari Díaz er hana... Svolítið nudd, svolítið gróft nudd, en nei, þetta er veldur. Ekki gróft myndi ég segja, sko. Nei. Ég tek það tilbaka, þetta var bara flott. Þetta var bara flott. Já, ég meina hann, þú veist, beið innri línuna, hann fór aðeins vítt og hvað eiga menn að gera? Ég dróði til land, ég horfði þetta í beinni og ég sá tjensynningunni, ég dróði til land. Þetta var bara styrtilega gert. Heldur Óliver er ekki líklega að elta aðra og jafnvel að gera eitthvað? Það er aldrei að vita. Sko, ég ætla að segja reitt, það er að mjög stutt í mjög spennandi baráttu hérna 4. sæti. Ég segir það, hann Jóna er að keyra eins og óður maður. Hann búinn að taka 1,5 sekúndu á Davíð Adams á einu hring. Þannig að mjög stutt. Jóna er áfram að halda dekkjanum góðum. Framan er Davíð Adams á hörðum dekkjum. Hann hefur 5 hringi til að taka 3 sekúndur. Já, og hann tók 1,5 sekúndu á síðasta hring. Næstu í 2. Þannig að mjög stutt að Jóna bara, ég get fylgst með því, ef þú vilt. Það er það mikið keppni við Ólivers og Ara. 7. sæti. Já, nú sjáum við það, Oliver. Þeir eru búin að vera að berjast svolítið í alla keppnina bara, þú veist, mjög mikið. Þetta er ekki fyrst skipti sem við horfum á dansa á brautinni. Greinilega bara það mjög jafnhraðir ökumenn að láta til sig taka. Algjörlega. Slætar aðeins hann Oliver. Aðeins laus aftan.
Við erum að þetta í það eru 4 hringir eftir. Við komum á 37. hring og erum að horfa á Ara Lyngdal og Oliver berjast. Og einnig erum við svona að fylgjast með Jón Ægi sem nálgast Viktor. Ég mög að því, ég læti vita að það eitthvað að frétta. Það að styttast bílamilli þeirra, en ekki enn neitt vert að kalla eftir útsetningartíma sem stendur. Það virðist sem að dekkin Jón Ægi séu að hætta að vera betri en hörðudekkin hjá Davíð Adams. Það dregur alltaf minna og minna á hann með hverju beygju. Það var alltaf það var meiri munur að fór úr 4 sekúndum hér byrjun í 1,2. Það búið að langa tíma Jón Ægi að koma úr 2 í 1,5. Já, það byrjun núna 1,5? Það svona 1,7, kringum 1,7. Það svona verið að hægjast hraðinn að Jón Ægi að dekkjunum hans. Það hætti að vera eins röð hver hring að vera dekkjans verri. Hann náttúrulega medium dekkjum. En dekkjum Davíð Adams að haldast vera stabíla sjálfsögðu. Við sjáum hérna að Oliver enn og aftur að nálgast Ara Lyngdal. Dróst aðeins frá honum og núna nálgast. Þeir eru svolítið að jójóa. Það væntanlega smá mistök sem að gera það að verkum. Hann virðist vera pínu lausherri á brautina en Oliver. Það eins og Jón Ægi hefur heyrt í mér því allt í einu að komin í 1,1 sekúndu. Ég held að sé bara tími til að skipta yfir á það á baráttu. Já, hann að draga á. Það baráttu uppsiglingu. Það 2,5 hringur eftir. Jón Ægi búinn að draga þetta niður úr 4 sekúndum niður í 1. Og í teoríunni þá hann gæti hugsanlega verið í slipstream þegar fer á vinakaflan á næst síðasta hringinn. Það var mjög verð mikið fyrir Jón Ægi að komast í slipstream þó að sé ekki framræksturs tækifæri núna til þess að bara reyna að spara dekkin sko. Hann náttúrulega að brenna dekkin mikið hraðar þegar hann medium. Ná komast í kjölsóið. Það byrjar eftir 1 sekúndu á GR2. Þá kemur kjölsóið. Það auðvitað í GR3. Það byrjar það verður mjög veikt en það byrjar samt að telja. Sér það, nú Jón Ægi bara að sjúgast á honum. Það hjálpar. Allt hjálpar. Það hjálpar allt í þessu. 2 hringir eftir. Þetta gæti orðið hörkubarátta á síðasta hring. Heldur betur. Við erum að tala ekki pótjursetti, þetta er dýrmætt. Klálega. Hilmar að keyra svo kongur, það sem fylgjast með honum, hann bara með þetta, byrjar að hringa. Hann bara að keyra of vel fyrir útsendinguna, hann fær engar útsendingatíma með hann svona langt fremstur. Já, ég aðeins hægt að horfa á hann, þetta bara 10 hjá honum. Verður að ræða henni í tjattinu, aðeins að kíkja á það. Það verður að ræða einhver stertingar. Já. Ég veit ekki, mér fannst þetta ekki vera neitt rosalegt en maður var kannski að horfa á þetta. Þetta var ekki clean strák og come on, push til að passa. Já, ekki spurning. Sýnst þetta touch en Ólafur ætti að fá víti. En ég ekki að lesa hvað það segja. Ég bara að fara yfir hvað menn segja. Þetta eru Gretar og Jói Egils og Ívar og Sjá hvort ég ennþá út. Það verðum á síðasta hring. Menn þurfa að kæra. Eru komin á síðasta hring. Með því það sem eins og ég horfði á þetta, þá finnst mér þetta ekki kærnar virði, en þú veist, ég gæti alveg skipta skoðun ef ég... Það er ekkert okkur um það, mér fannst að vera báðráttir, mér fannst það fyrst, svo fannst það ekki, en kannski það er að aftur. Menn vera orðið svolítið gjarnir á að fara í ómiklar dramaumræður smá atvik orðið. Já, menn vera dramaumræður á tjattinu. Nei, menn vera dramaumræður, það undir keppinum sjálfum að kæra. Herði, það fylgist með Jón Ægi, hann í hálfsamálinu á Davíð Adams, síðasta hring.
og síðasti kaflinn, Hann það er núna aldrei Jónægi, Það er now or never. Það er synd. Sjá. eins og Elvis sagði, Hvað hérna við? Jónægi er að reyna að fippa, Hilmar hann er er að taka kominn í aðra mark. línur, hann er að sýna sig. Já, þetta... Hann ég er held að- að verjast vel. Davíð er með þetta. Já, Jónægi reynir aðra línu, en hún gengur ekki upp. Reynir, eiginlega hér upp í refsingaverð, en þetta verður ekki til. En það er skemmtilegt. Hilmar sem að sigra þessa keppni, sjáum hann hér. Glæsilega rakstur í honum, hann átti sigurinn svo sannarlega skilið. Jón Þór annar og Viktor þriðji. Er hægt að, nú ætlum ég bara eftir að keppnin er búin, er hægt að sjá replay? Má sjá. Davíð Adams fjórði, Jónægi fimmti, Hilli sjötti, Jónægi sjöundi, Já, nei, þetta er Ólafur svolítið áttundi, replay. Tobbi Topsson er að koma hérna örglaði í 9. sæti. Ég var að vonast þess að vera með replayið frá hérna framúræstunum umdelda hérna ennþá, en það kom eitthvað allt annað replay, þannig að það gekk ekki upp, en það er enga síður, hægt að skoða replay eftir að þau komið í mark. Ágætt að vita það. Já. Þetta fór sagan. Þetta fór stórslýsalaust fram, myndi ég segja. Já, þetta var clean. Það er eitthvað mennir eitthvað að deila um eitt atriði, en ég segi, það er undir keppnið komið að deila um það. Það er bara normið. Menn, þetta er bara álitsgjafir þarna á tjatinu. En menn verður þetta bara að kæra ef þetta er þannig, veist, ef var það fússi og ekki spurning. Ég er aðeins að lesa yfir hvað menn er að segja á tjatinu. Menn getur ekki að bara spóla tilbaka á YouTube, sjá það betur. Og menn hafa bara sína skoðanir og sína menningar, en keppnið komið. En eigum við að fókustra á sigurina? Já, driver of the day, Hilmar samkvæmt tjattinu, og það er bara algjörlega þannig, myndi ég segja. En skulum renna yfir stöðuna. Hilmar klárar fyrstur manna BSIC Racing og Jón Þór klárar í öðru sæti, hann er einnig fyrir BSIC Racing, síðan er það Viktor þriðji, Davíð Adams fjórði, Jónægir fimmti, Hilmar Darri sjötti, Ari Lyngdal sjöundi, Ólífer áttundi, Tobbi Topsson níundi, Sindri endar tíundi og síðan er það Carlos 11. og Jón Brynjar í því 12. sæti, og þá er þessari Fuji keppni loksins lokið eftir að þurfa að rýra hana, og þetta var bara gott stöf, gekk stórslýsalist í gegn og allir ætti að vera sáttir. Bara frábært. Algjörlega. Já, og svo bara til hamingju, topp þremur sérstaklega sjálfsög, Hilmari og Jón Þór og Viktori. Algjörlega, og ólíkt vanalega sem við segjum alltaf sjáumst eftir 2 vikur, að við sjáumst eftir 1 viku í þetta skiptið. Það er bara keppnis week, bara strax í næstu viku. Við erum halda okkur í Japan, ef maður rétt að Suzuka. Jú, við höldum okkur við japanska fílingin, það er bara... Þetta eru komin, skilu. Komin alla þessa leið. Já, Play er fór á hausinn, það er ekki miðið tilbaka. Við höldum okkur bara hérna. Algjörlega. Hlakka til að sjá okkur eftir heyri ykkur eftir 2 vikur. 1 viku. Já, Jésús Pétur. Við sjáumst eftir 1 viku, en þessari keppni lokið að sinni, og nú geta allir farið að sofa sáttir vonandi. Og já. Það verður sæla sinni. Verið sæla sinni. Takk fyrir mig, Binni. Segir Binni. Akkurat, takk fyrir mig. Góða nótt.